Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Finnst þér flokkarnir sem að nú bjóða fram vera með fullnægjandi stefnu í málefnum þolenda kynferðisofbeldis? Sko, ég er ekki búin að kynna mér nægilega vel stefnum flokkana, bara alveg hreinskilin. En mér finnst að bara við eigum að taka skýra stefnu í þessum málum. Öll. Bara allir. Ég veit ekki hvað þau geta gert, þessir flokkar. Ég veit ekki neitt annars, en ég segi bara að við þurfum að gera það. Getur þú sagt mér, er eitthvað sem að þér finnst vanta upp á í fari flokkana eða finnst það ofboðslega vel gert á þeim flokkum sem nú er í framboði fyrir þennan málstað? Sko, ég trúi því að það með alltaf koma meira fjármagn inn í þennan flokk, en ég virkilega mikla trú á Sönnu og það anga fyrir mitt atkvæði, því að ég veit að hún mun standa bak við okkur konur og sérstaklega það sem eru ekki í efnahæstaflokkinum, þannig að ég bara mitt atkvæði fyrir þangað og þar er mín bara samfæring að góði hluti muni gerast. Finnst þér málefni kynbundins ofbeldis hafa verið nóg eða svona fullnægjandi mikið í umræðunni núna fyrir þessar kosningar? Nei, ég myndi segja bara alls ekki. Þetta hefur verið alveg bara fjarverandi í umræðunni, myndi ég segja. Það er svona ein manneskja sem ég teki eftir í kosningabaráttunni sem hefur tekið upp hanskan fyrir kvenréttindum, en kynbundið ofbeldi hefur bara dálítið eins og dálítið á þinginu líka, myndi ég segja. Síðastliðin ár hefur fengið að liggja dálítið, bara liggja hjá. Er þetta eitthvað sem að skiptir þig svona lykilmáli þegar þú ráðstafar þínu atkvæði? Það myndi skipta mér máli ef þetta væri meira í umræðunni, en jú, ég kýs ekki flokka sem standa ekki með kvenréttindum. Nú er ég velta fyrir mér hvort að það hafi verið svona, nóg eða fullnægjandi talað þennan málaflokk, það er kynbundið ofbeldi í aðdraganda kosninga, eða hvort að flokkarnir geti gert betur? Ég einhvern veginn efast ekki að flokkarnir geti gert betur. Áðins ég vilji fullyrða hvernig umræðin hefur verið fyrir kosningarnar, þá eins og að blasir við mér, þá hefur hún svo sannarlega ekki verið næg þennan málaflokk sem er náttúrulega bara yfirstandandi neyðarástand. Náttúrulega erlendis en líka hér á landi, eins og maður bara heyrði í tölfræði Stellu ræðinu sem hún flutti áðan og bara við að lesa skýrslur Stígamóta og svo framvegis, þá er þetta líka gríðarlegt vandamál hér á landi. Er þetta eitthvað svona sem að þú hugsar til þegar þú ráðstafar þínu atkvæði á laugardaginn? Það er stefna flokkana í bara kynbundnum ofbeldismálum og bara ofbeldismálum almennt? Já, tvímælalaust. Það er komin tími á aukna samkennd. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi. Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið hætti að vera leikvöllur braskara. Meira stefnuna inn á xj.is.